Við erum allavega búin að finna hérna knapa ársins. Já. 2014. Já. Til hamingju með þann titil. Takk fyrir kærlega. Það voru margir kannski á landsmótinu og tala að þú verið svona rísandi stjarnan. En ég var aðeins að fara yfir þetta í gærkvöldi. Já. Og það er eiginlega ekki að tala það að þú sett eitthvað efnilegu lengur. Nei, ég veit það ekki. En það sem þú ert búin að áorka, það þú að segja mér að ég er að gleyma einhverju. Þú ert búin að vinna aflokkjæðingar, ekki? Jú, á landsmóti. Á landsmóti, þú ert búin að vinna 12 á landsmóti. Já. Þrefaldur Íslandsmeistari í 12, ekki? Já. Þú varst valinn kynbótaknapi ársins í fyrra. Já. Vinnur meistaradeildina. Já. Knapi ársins 2014. Já. Er ég að gleyma ykkur? Það er eitthvað, ég vann einhvern tímann í Íslandsmeistari í 5-gang og eitthvað svona meira með þessu, sko. Já. Ég veit það ekki, ég er nú ekki svona merkilegur eins og þið haldið, sko. Nei. En auðvitað gaman að það gengur vel. Já. En jú, þetta náttúrulega síðustu 2 ára hafa verið mjög góð og í árið 2014 var náttúrulega alveg stórmagnað. Bæði náttúrulega í kynbótasýningunum, kynst fullt af góðum hrossum og fullt af góðu fólki. Og gaman að vera með hestinn svo Storm. Já. En náttúrulega á engan sinn líkan. Það er náttúrulega hlýtur að vera næsta verkefni hjá þér, heimsmeistaratitil í 12. Er það ekki eitthvað á stefnusgrunni? Það var náttúrulega rosalega gaman ef það tækist. En það verður að koma í ljós. Það er náttúrulega eitt sem þú þarfst að bæta þig kannski í átabjörn í framtíðinu. Þú ert náttúrulega alltaf montinn. Maður má ekki taka þó að gangi vel. Þá verður maður að passa á að taka sjálfum sér ekki of hátíðlega. Ég er ekkert merkilegur en einhver annar, sko, þó svo að maður þarf að halda sér á tánum. Já. Og þetta er vinna að komast á toppinn og hvað þá að vera á toppnum. Já. Þannig að ég hef bara svo gaman af hestum. Ég hef gaman af að þjálfa hesta og vera í kringum hesta og þessi hesta sem að fylgja manni svona yfir lengri tíma að vera náttúrulega bara miklu vinimanns. Já. Og hestar hafa kennt mér svo margt. Já. Meðal annars þolinmæði. Þannig að ég er bara þakklátur fyrir það sem komið er. Þú ert þolinmæður maður? Nei, maður getur alltaf bætt sig. Já. En það hefur lagast mikið. Já. Og hvað er það, þú ert náttúrulega alltaf að bæta þig, eins og við erum kannski öll eftir sem árin líða. Er einhver vendipunktur hjá þér sem hestamanni sem þú manst eftir sem að breytti þér? Nei, það er náttúrulega bara kannski mörg lítil atriði. Náttúrulega maður kynnist góðum kennurum og ég hef alltaf haft gaman að hlusta á það sem eldri eru. Já. Og það er ekkert nýtt undir sólinn í þessu, skilur æfingi skapa meistarann. Já. Og ég hef bara verið heppinn að kynnast fólki sem hefur reynslu og þekkingu. Já. En svona þú sem reiðmaður, er einhverja nýjar aðferðir sem þér finnst vera að virka betur núna sem það kannski ekki virka þegar þú varst yngri eða svona? Ert þú uppgötuð eitthvað sjálfur sem reiðmaður með þína hesta? Maður er náttúrulega alltaf að þróa sig dag frá degi og hugsa hvað maður getur gert betur á morgun, en jú, ég er náttúrulega fór hann að hóla og búin að vera kennslu hjá Júlíu og Borba og fleiri góðu fólki. Já. Og hvernig, ef þú lýsir þínum reiðstíl? Þjálfunarstíl? Þjálfun er náttúrulega mínum reiðstíl. Það verður kannski aðrir að dæma það. Ég hef ekki hugsað það svo gaumgæfilega. En ég held að þetta sé aðalatriði bara að bera virðingu fyrir hestinum og koma fram við hann sem vin, en samt þarf að vera virðing og það er svo mörg atriði sem þarf að vera í lagi, hesturinn þarf að hugsa fram, hann þarf að vera í jafnvægi á gangi, grunngangtegundum.
ekki alltaf ganga hérna? Jú, hérna, það eru svo mörg atriði, erfitt að telja það upp í einhverju stuttu spjalli en sko þjálfun alltaf bara miðar að því að hestun líður vel og sé í jafnvægi bæði andlega og líkamlega. Og sko þessi hestar sem maður er með lengi, þess að þú ert búin að vera lengi, þetta er orðnir, þú ert bundin tilfinningaböndum þessum hestum, er það ekki? Jú, ég er náttúrulega mismikið, sko. Já. Ég jú, þeir sem að náttúrulega stoppa við lengi og gengur vel með það, þá náttúrulega þykir manni væntu þá. Já. En já, það er misjant bara. Já. Hvað er í húsinu að þér núna svona sem er, það er náttúrulega ekki nefnilega storm, en vona stjörnur þess árs? Við erum náttúrulega með svolítið á ungum hrossum og nýjum og einhverjum áður síndum. Við erum með hross hérna inni eins og skímu frá kvistum sem var með tæpa 880 fyrir hæfileika í fyrra. 9,5 fyrir tölt, ofsalega efnilega svört, ofsalega margir eiginleika góður í henni. En það var svona hugmyndur að stilla henni upp í keppni eitthvað og svo eru hestar eins og Villingur og Oddur frá Breiðholti, hálfbræður undan Gunnvöru frá Miðsitju. Stormur er þarna, skeiðhestarnir mínir, Litla Gulla og svo í Óðsson brúnan, efnilegan og í Skeiði. Og svo eru náttúrulega bara ungar hryssur svolítið á fjórða og fólar sem að starri frá Herriðarhóli. Það er fóli sem vegum undan Ágústínus var á landsmótinu, ofsætt kláristefni. Ljósvaki frá Valstreitu, líka efnilegu klárastur. Rauðskjóttur, hann var á landsmótinu líka. Það er fullt af efnilegum hrossum en svo voru bara tíminn að leiða ljós hvað gerist. Hvernig spilast þú? Já. Meistaradeildin byrjar eftir 2 vikur? Já. Spenntur fyrir henni? Já, maður er alltaf spenntur fyrir henni. Þú ætlar að verja þennan titil, er það ekki? Sko, það er gaman að upplifa þessu sem sigurvegara, sko. Ég hef ekki náð því ennþá. Nei, þú náttúrulega vannst í rauninni ekkert mót, var það? Nei, þetta eru bara einhverju tæknilegi sigrar. Já. Töltið og svo náttúrulega þessi heildarstíðakeppni. Já. En þú fékkst ekki fara á pallinn í efsta sæti? Nei, það var raunverulega engin almennilegur sigurvegari að þessari deild, sko, því miður. Úr því að svona fór. Já. Það er bara hreint sagt. Þannig að þið langar svolítið að verða núna hreint sigurvegari. Já, það væri gaman. Já. En sko, þetta veldur alltaf á því bara hvernig maður stendur sig, sko. Það sé ekki. Er þú einn af þessu hestamönnum sem svarar aldrei símanum? Já. Gerðu þetta viðtal allavega? Já, allavega ekki núna. Nei, seinna. Já, seinna. Já, en þetta tímabilið er að byrja? Tímabilið er að byrja og þetta er náttúrulega bara spennandi. Já. Það eru svo margir sterkir í þessu sem eru með góða hesta og þetta er alltaf upplið. Fleiri heldur en ég. Já, það er nú einn þarna sem það er ekki svo slæm heldur. Nei, það er náttúrulega bara frábær. Já. Þið vinnum vel saman og... Já. Ekki spurning. Já. En Árni, ég ætla bara að sleppa þér, elta frúna. Já, takk fyrir mig. Og takk fyrir spjallið og bara gangið vel í vetur. Takk fyrir mig. Takk. Silvi, örstuð. Til hamingju með kallinn. Hann fékk einhverja viðurkenningu daginn. Já. Til hamingju með það. Innilega þakkir. Er ekki alltaf sagt að þeir geta þetta ekkert einir, er það? Nei, ég held að sé alltaf gott að hafa stuðning á bak við sig. Já. En ég er ekkert að hreykja mér að ég átti þátt í þessu, sko. Það er ekkert svo hlust. Þetta er náttúrulega svolítið vandamál með ykkur, sko. Þið eru svo montin. Þetta er náttúrulega bara alveg agalegt. Þetta er alveg agalegt, sko. Af því að hestamenn eru nú almennt svo óbúslega lausir við ego og svona. Já. Þið verða aðeins að fara að trappa ykkur niður í þessu monti, sko. Já, þetta náttúrulega bara gengur ekki. Nei, þetta gengur ekki til, sko. Nei. En hann átti þetta skilið.
Já, ég held að það sé engi spurning. Hann búinn að standa sig frábærlega og hann náttúrulega brjálaður í metnaði og og mikill keppnismaður og bara mikill fagmaður í því sem hann gerir og átti þetta bara innilega skilið eftir glæsilegt gengi og hann svo virkilega búinn að vinna fyrir þessu. Það sem svolítið einkennandi þegar ég var að renna yfir hvað hann búinn að gera, kallinn, þessi efnilegi knappi, svo lengur ekki efnilegu lengur, hann góður. Það eiginlega ekkert eitt. Nei. Hann einhvern veginn allstaðar sterkur, ertu ekki sammála því? Jú, ég alveg sammála því. Hann náttúrulega rosalega mikill náttúrureiðmaður og blandar saman náttúrulega, hann ofsalega duglegur að vinna svona í grunninum og byggja hæstiréttu. Þú feiminn að labba henni burtu. Og síðan hann náttúrulega, kann hann bara að láta hestana ganga frjálsa og láta þá virka og hafa svolítið gaman af, Kann að sækja það sem þarf að sækja og bara hefur þetta í sér. Já. Svo ég hæla hún bara svolítið sjálf, Nákvæmlega, það þá betur en þú. En nú ætlum ég að fara yfir í hitt. Hverjir eru veikleikarnir hans? Árna? Já. Ég má ekki uppljóstra þeim. Nú? Ég veit það ekki. Veikleikarnir. Hann hefur enga veikleika. Það ekki? Nei. Er hann góður, hann náttúrulega ekki eiginmaður, góður kærasti? Árni? Já. Frábær. Já. Annars varum við ekki saman. Nei, þá varum við með einhverjum öðrum. Aldrei að vita, hann frábær. Já. Og þið ætlaði að gera góða hluti vetur í? Við erum bara með mikið metnað og leggjum okkur mikið eftir því að reyna að þjálfa sem best og vera bara reglusum og hvað á ég að kalla það? Góð fyrirmynd. Já, og bara reyna að standa okkur vel, ekki bara þegar maður að þjálfa, heldur bara í öllu sem maður gerir. Ég held að til þess að maður ná árangri þá þurfum maður að setja sér markmið alls staðar. Ekki bara þegar maður að þjálfa hestin, heldur í öllu sem maður gerir og það náttúrulega það sem að gerir mann að þeim einstaklingi sem maður er. Já. Vel orðað, Silvía. Ég ætla að leyfa þér að fara út. Já, takk. Geðveikt veður. Já. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis. Gangi ykkur vel. Takk.